Andrés Magnússon og ég ætla að loka mælendaskrá þennan lið þegar hann hefur lokið máli sínu. Ég vil líka benda á að eins og kom fram hérna í lok máls hjá Erlingi að það eru tillögur lagðar fram hjá B-nefnd forseta Íslands, þannig að það ágætt að við reynum að halda okkur við aðrar greinar kannski í þessari umferð og förum svo nánar í forsetan þegar þær greinar eru til umræðu. Þó þar komu auðvitað hér líka inn á því það er fyrsta greinin, en það væri ágætt að líka við tækjum umræðum hin atriðin sem eru lögð fram hér til kynningar. En síðan verður sérstök kynning hjá formanni B-nefndar á tillögum sem eru kynntar til afgreiðslu forseta Íslands. Andrés Magnússon, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Kæru ráðsfulltrúar, þið sem heima sittið, áhorfendur og síðast en ekki síst, kæri formaður. Og mér langar að þakka Katrínu Fjeldsted, formanni nefndar B, fyrir skurulega framsögu á ágætum tillögum. Og þeim ber mjög að fagna og ég er líka mjög sammála tillögum Vilmundar Gylfasonar. Þorvaldar Gylfasonar, og Erling Sigurðarsonar, og ég færi mig rétt með nafn hans. En mér langar að byrja á grein númer 17. Engin skattuverður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu. Ég hef verið að leita að fyrirmynd þessara greinar í öðrum stjórnarskrám og alltaf nú einmitt að hætti Þorvaldar að lesa upp úr stjórnarskrám annarra landa. Hér er svo bandaríska. Sambandsþingið hefur vald til þess að leggja á og innheimta skatta, tolla, álögur og gjöld til að greiða skuldir, sjá fyrir sameiginlega landvörn og velferð Bandaríkjanna. Hér er ekki talað neitt þessa klausúlu þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu. Og 43. grein dönsku stjórnarskránar sem við sníðum okkar stjórnarskrá eftir hljómar svona: engan skatt má áleggja né breyta né aftaka nema með lögum. Ekki má heldur kalla fólk til herþjónustu og svo framvegis. Þannig það er ekki orðum þetta, en það segir með lögfróðamenn hér á þinginu að þessi grein hafi komið inn 1995 á Íslandi. Og mér langar þá að biðja formann nefndar B hvort hann gæti beðið lögfróðan ritara sinn að kanna hvort í hvaða stjórnarskrám í hverja landa þetta er. Ég fann það í fljótu bragði ekki í þýsku og svo framvegis. Og þá er spurningin hversuna að þarf að þetta ákveði verið þeirri íslensku þegar aðri til þess ekki þurfa þess. Ég held reyndar ég sé komið skýringun á akkur engum öðrum hefur dottið í hugan Íslendingar vegna þess að ég sé ekki betur en þetta banni auðlindaskatt og fasteignaskatt. Það er verið að leggja fasteignaskatt á eign sem var til áður en sem sé lögin voru sett og þannig að mér sýnist þetta að vera dálítið skoffinn. Og já, við nefndi að hvort að þetta stangist á við fasteignaskatt og auðlindaskatt. Nú þá er það 18. greinin, skattlagningarvald. Þarna erum við aftur að taka á málum sem að voru virkilegt vandamál áraðarlega einhvern mann fyrir 50 árum síðan eða einhverjum áratugum. Það er allt annað vandamál í dag og við meðum ekki gleyma því þegar menn voru að skrifa stjórnarskrár í róalda að þá voru þeir að taka á vandamálum samtímans. En vandamál samtímans er einmitt sala ríkiseigna. Það var gerð athugasemd við fasteignir. Ég ítreka það sem ég hef sagt áður, hvað til dæmis sem er alltaf að selja skuldasafn íbúðalánasjóðs og svo framvegis telst það fasteign. Hvort það sé hægt að finna eitthvað sem er betur utan þetta. Og síðan er annað vandamál, það sem sé uppsafnaður auðu þjóðarinnar, það sem að við höfum verið að borga í skatt, foreldrar okkar og afar, allar þessar eignir hurfu bara allt í einu eru þeir ekki lengur til, ekki lengur í eigu okkar. Þær voru, já, sumir segja seldar, aðrir segja gefnar, fólki og ég hef talað við marga menn sem þeim er mjög áfjáðum að það verið gert eitthvað sambandi við sölu ríkiseigna og ég var búin að setja eitthvað svona hjá mér, ég get látið nefndin að fá þetta eftir,
ríkiseignir skulu ávallt seldar og uppboðum öllum aðgengilugum til dæmis. Og stórkostlegt vandamál jú þegar þeir verið að selja ríkiseignir og margir segja að þær séu aldrei borgaðar, allar þessar stærstu ríkiseignir sem hafa verið seldar, þær hafa aldrei verið greiddar. Og það líka vandamál þegar þeir verið að selja til dæmis ríkisbankana og stórfyrirtæki að það samið við ákveðin hóp manna fyrirfram. Í Noregi, þar sem ég þekki til, þegar Telenor eða símafyrirtæki var selt, þá máttu allir kaupa hlutabréf. Það var ekki samið við einni neitt fyrirfram. Og þetta til mjög til bóta og komið í veg fyrir spillingu. Og þetta hefur verið alveg svakalegt vandamál. Og ég var að reyna að berja saman einhverju svona, eins og hlutabréf í ríkisfyrirtækjan skulle aldrei selt hópum manna fyrirfram. Heldur skulu öll hlutabréf standa öllum til boða. Og athuga hvort það sé hægt að setja eitthvað svona inn. Þetta kannski langt mál og kauslegt en mörgum finnst þetta alveg svakalegt að horfa upp á það þegar eignir þeirra allt í einu hverfa. Það var 19. Og síðan það svo 20. Enga greiðslum á inn af hendi nema heimild til þess í fjárlögum og svo framvegis. Fjármálaráðherra getur þó. Málið bara það ekkert fjármálaráðherra sem að ráðstafa og gefa eignir okkar. Heldur það kannski seðlabankastjóri eða bankastjóri ríkisbankana. Til dæmis hikaði seðlabankastjóri ekki við að dæla út 100 milljarða til einstakra fyrirtækja rétt fyrir hrun og það miklu meiri upphæðir heldur en við verðum að tala hér í 20. grein sem fjármálaráðherra af og til að deila út. Þannig að þetta pínlítið svona passi eða þetta grein sem átt ágætlega við hér fyrir 50 árum en endurspeglar ekki nútíman að mínu mati. Ég veit hins vegar ekki hvernig hægt að glíma við þetta en biðnefndin aðeins að velta þessu fyrir sér að stærstu upphæðinar ekkert að fara út í gegnum ráðherrana heldur í gegnum ýmsa embættismenn eins og seðlabankastjóra. Já, og ég ætla þá að tala bara seinna þessar ágætu tillögur Erlings og Þorvaldar síðar og takk fyrir.